Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að halda okkur á Austurlandi en við ætlum að vinda okkur yfir í fjallahjólamennsku. Nánar tiltekið ætlum við að tala fjallahjólaleiðir í Fljótsdal. Hingað til mín eru komin Kjartan Benediktsson og Sólrún Júlía Hjartardóttir. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk fyrir. Takk. Þið hafið verið að skrá og koma á framfæri fjallahjólaleiðum í Fljótsdal, ekki satt? Jú, það er rétt. Og hvernig kom þetta til? Hvernig fæddist áhugi ykkar á þessu sporti og einmitt á þessum stað? Það hafi bara verið síðasta sumar í ágúst í fyrra. Já, þetta má kannski segja að þetta hafi svona bara hugmyndin hafi fæðst í tengslum við það. Við fórum bara að ræða svona kannski aðeins saman að gera bara eitthvað skemmtilegt og eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi og ég náttúrulega ég er nú tengdur mjög mikið inn í motorsportheiminn og verið það alla minn efi. Já. Og þar eru mjög margir, sérstaklega þeir sem eru í þessum torfærihjólum og snjósleðum, þeir hafa þetta fjallahjólasport svona sem hliðarsport. Já, já. Halda sér í þjálfun og svona lefila adrenalínið Já. Þannig að ég á mikið af félögum sem í þessu og var búinn að átta mig á því að það væri eftirspurn og þetta væri eitthvað sem vantaði. Held ég bara á landsvísu og fólk alveg greinilega að leggja á sig töluvert mikil og löng ferðalög og taka jafnvel viku eða jafnvel vikur af sumarfríinu sínu bara til þess að þvælast og hjóla svona leiðir. Já, stunda þetta sport. Þannig að ég áttaði mig nú einhvern tíðan fyrir dálítið síðan á því að það væri ákveðin vöndun og síðan bara svona í spjalli okkar á milli þá kemur þetta bara svona upp og við ákvaðum bara ein hendist í þetta. Já. Já, og hvernig fóruð þið svo að þið ákveða næstu skref? Var það bara, þið fengu styrk, var það ekki úr samfélagssjóði? Jú. Fljótsdals héraðs væntanlega, Fljótsdals bara? Fljótsdals til þess að koma þessu á koppinn. Já. Þannig að var það bara næsta vers að sækjum fyrir því eða? Já. Einmitt. Og núna, og þetta fjölbreyttar leiðir sem eru þarna á svæðinu? Já, við erum komin með nokkrar leiðir sem eru svona, mismunandi erfiðleikastig. Þannig að okkur langar að hafa þetta svolítið bæði fyrir lengra komna og fjölskyldu fólk. Þannig að fólk geti svolítið svona valið í hvaða flokki erfiðleika flokka vill. Já, það sé eitthvað fyrir alla. Já. Já. Og þetta náttúrulega já, það má alveg klárlega segja þetta þegar uppverið staði þá var þetta mjög fjölbreytt. Þannig að við erum væntanlega þá að tala leiðir sem eru hugsanlega alveg frá allur hringurinn, til dæmis Rannaskógshringurinn, ef þú ferð allan hringinn þá það 10 kilometrar. Já. En leiðir niður í gegnum Rannaskóg sjálfan ekki nema rétt 3, rúmlega 3. Já. En svo erum við með möguleika sem við vonum að geta komið inn á næsta ári eða næstu árum og þá erum við að tala um leiðir sem allt upp í 40 km langar. Já. Þannig að þetta að vinda svolítið upp á sig, þetta áhugamál, eða hvað? Já, þetta Já, og það var svo sem bara planið. Við ætlum bara að fara rólega af stað og leyfa þessu. Það var svona, við vorum að vonast til að ná 4 leiðum inn í sumar. En við náttúrulega upplifum mjög óvenjulegt vor. Já. Við vorum bara þarna í lok maí, bara ennþá með frost í jörðu Já, þá var kalt framan á og svo steikjandi hiti. Já. Það var alveg bara nærri því 40 stiga hitamunur á einni viku, Já, það ótrúlegt. En þarna náttúrulega, Fljótsdalurinn hefur bara upp á svo gríðarlega mikið að bjóða á Fljótsdalurinn og alltaf nágrenni. Við erum náttúrulega bæði úr Fljótsdal og kannski verður þetta til að því að við förum svona að spá í það að búa okkur til einhverja framtíð þarna og þarna viljum við vera og búa til eitthvað lífsviðurværi og annað
svona kannski hefðbundið sauðfjárbúskapur ekki mjög spennandi umhverfi í dag, þannig að við erum að hugsa út fyrir boxið en þetta náttúrulega búum við í Fljótsdal, við búum við náttúrulega fræga veðursæld og náttúrufegurð og allt sem Fljótsdalurinn hefur upp á að bjóða. Það eru náttúrulega, við erum með Snæfell gnæfandi yfir okkur, Vatnajökul í bakgarðinum og þjóðgarðinn og svo eru það Hengifoss og Strútsfoss og við erum með Snæfellsstofu og Skriðuklaustur, Valþjófsstaðakirkju með mikla sögu og mjög margt sem við höfum uppi á bjóða þarna. Já, þarna þú getur komist í veiði og gönguleiðir og hjólaleiðir og hestaferðir og sjálfsögðu óbyggðasetri. Ekki gleyma því sem er stórmerki. Það er þetta tvinna ansi mörgu saman, sko, ef hjólreiðafólk er að reyna að draga einhverja með sér sem eru kannski ekki eins mikið í því sporti. Já. Og svo náttúrulega er þetta sport í gríðarlega miklum vexti á Íslandi bara í heild, sko. Já, bara heim allan, sko. Já. Við sjáum fólk koma tölvöld mikið með Norrænu. Já, einmitt. Bara í svona, með hjól með sér eða á hjólum. Já. Gert til þess að stunda einmitt svona sport. Já. Einmitt. Fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér sko leiðirnar og það sem er í boði frekar, hvar myndi að finna helst upplýsingar? Það er væntanlega inn á hengifoss.is til dæmis. Já. Og svo erum við með Facebook síðu sem heitir Hel fjallahjólaleiðir í Fljótsdal. Við setjum alltaf inn þar ef að kemur inn ný leið sem við erum búin að trakka. Einmitt. Þær eru settar á FATMAP. Já. Þannig að það er að gera fyrir áhugasama að finna ykkur á samfélagsmiðlum og fylgjast vel með. Og svo auðvitað bara koma austur með hjólið og upplifa þessa snilda allavega bara á eigin skinni, er það ekki? Jú, veður blíðunar og náttúrunnar. Já, ég held að það sé bara alveg borðleggjandi. Já. Og svo er spennandi að sjá hvað bætist við á næstu árum. Já, við erum með ýmislegt. Það er ýmislegt í bígerð. Sem okkur langar að gera. Já, það er allavega alveg ljóst að þið hafið nóg fyrir stafni, sko. Heldur betur. Já, bara gangi ykkur ótrúlega vel með alla þessa uppbyggingu og takk fyrir að koma í þáttinn til mín og segja okkur frá þessu. Bara takk fyrir að bjóða okkur.